Ég vil heilsa ykkur öllum í nafni Jesú Krists og bjóða ykkur velkomin til þessara guðsþjónustu, bæði hér í kirkjunni, í heimilum ykkar og hvar sem að orð mín ná eyrum ykkar. Bæn okkar að drottinn Jesús Kristur megi vera hér mitt á meðal okkar og hann fái blessað okkur fyrir andan sinn. Við sendum héðan kveðjur og fyrirbænir. Við beinum orðum til þeirra sem nú á útlíðandi vetri eiga sárt að binda og liðinn tími hefur fært þeim ástina missi, tár og sársauka. Við segjum til þín það sama og forðum var sagt við Maríu frá Magdölum, grátu eigi. Hinn uppreisni drottinn, hann lifir, og hann þér nálægur þegar þú leitar til hans í einlægni, í anda og í sannleika. Við sendum kveðjur út á bylgjur Atlantshafsins og hvar sem fiskimenn eru við störf sín á helgum degi. Við minnustum ykkar farmanna og við sendum ykkur kveðjur varðskipsmenn. Í gær þegar ég var að biðja fyrir ykkur og ég vissi að þessi stund yrði í okkar höndum í Ríkisútvarpinu, þá kom svo sérstaklega til mín að ég skyldi senda ykkur kveðju, bæði ykkur sem eruð á skipunum og svo ástunum ykkar í landi. Og kveðjan þýdd úr sálmi sem ortur var í Bandaríkjunum af Friðriki Friðrikssyni. Ég les fyrir ykkur 2 vers og til enga ykkur þessi vers á þessum degi og í því stríði sem þið standið í vegna þjóðarinnar. Sjáið merkið, Kristur kemur, krossins tákn hann ber. Næsta dag við náum sigri, nálæg hjálpin Lítið upp, því lúður gellur, ljós Guðs trúin sér, göngum djart í drottins nafni, dreifum fjenda her. Guð blessi ykkur og veiti ykkur náð, miskunn og giftu í starfi. Við beinum líka orðum til þeirra sem loftin fara, að Guðs miskunn og varðveisla megi vera þeirra hlutur. Við sendum kveðjur, bændum og búalíði frá fjöru til fjalls og til innstu dala. Við höfum fyrirbænir fyrir sjúkum, á hælum, í fangelsum og við byggjum fyrir ykkur sem finni til einveru og eruð fyrr þess að geta verið heima, en drottinn hjá ykkur, hann veitir okkur huggun og blessun. Ég vil líka biðja fyrir valdstjórn og ráðamönnum þjóðar okkar, að þeir megi leita Guðs og atkvæða drottins. Þeir megi spurja hann ráða á viðsjárverðum og alvarlegum tímum, þegar upplausn ríkir og höndin svo auðveldlega upp á móti annari, þá eru störf þeirra ekki öfundsverð, en þau hjálpast að ef við öll þjóðin sameiginlega leitum fyrst Guðs ríkis og þess réttlætis, þá höfum við fyrirheiti Jesú Krist, þá mun allt annað veitast okkur að auki. Sá texti sem ég ætla að leggja út af hér í dag, hann ritaður niður af lækninum elskaða Lúkasi, Guðspjallamanni. En Jesús sagði við þá, þetta eru þau orð mín sem ég talaði við yður, meðan ég enn var með yður, að rætast ætti allt það sem ritað í lögmáli Móse og spámönnunum og sálmunum mig. Síðan lauk hann upp hugskoti þeirra til þess að þeir skildu ritningarnar og sagði við þá, svo skrifað að Kristur eigi að líða og upprísa frá dauðum á 3. degi og að boða skuli verða í nafni hans öllum þjóðum iðrun og synda fyrir gefning, en byrjaði í Jerúsalem. Þér eru vottar þessara hluta og sjá ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður, en þér skulu verða kyrrir í borginni uns þér íklæðis krafti frá hæðum. Ég vek athygli á því í þessum texta
hversu Jesús kunnur ritningunum og hvað hann biblíufastur. Einmitt þessi tvö atriði sem að menn telja sig geta gengið framhjá þegar að ræða trú og kristindóm. Það í fyrsta lagi heilög ritning og áreiðanleiki hennar. En höfundur trúarvorrar, drottinn Jesús Kristur, hann þekkti ritningarnar, hann vitnaði til lögmáls Móse, til spámannanna, til sálmanna og greindi þeim þar frá hvað ritað var hann. Það var Biblía Jesú Krist, hið gamla testamenti. Milli Móse og Jesú cirka 1500 ár. Þegar að Jesús talaði til fólksins, sama hvort það var fjallræðan eða í samkunduhúsum landsins, þar sem hann gekk þá var honum fengin skinnbókin, hann fletti því sundur og las það sem ritað var. Meðal annars segir hann sér á einu staði Jóhannesar Guðspjalli: ef þér tryðu Móse, þá tryðu þér mér, því hann hefur ritað mig. En ef þér trúið ekki ritum hans, hvernig ættu þér þá að trúa orðum mínum? Það fer því afar illa saman að kalla sig kristinn mann og segjast vera trúaður, en hafna grundvelli trúarvorra sem heilög ritning. Ef við viljum láta þetta fylgjast að, þá verðum við að taka vitnisburð ritninganna gildan, eins og Jesús Kristur gjörði sjálfur. Hann vitnar hér á öðrum stað í helgar ritningar og segir: hafið þér eigi lesið að skaparinn frá upphafi gjörði þau bæði karl og konu, myndaði Adam og síðan Evu. Þetta eitthvað annað en haldið að börnum og fólkinu almennt, þegar það undirstrikað og áþrýst að við séum jafnvel komin að fiskum úr sjónum eða apaköttum. Hvernig stendur á því að apakettir áfram apakettir og menn áfram menn? Við skulum hafa það greinilegt fyrir okkur, annarkvort trúum við orðum Jesú Krist og höfum svo trú hans, eða við höfnum þeim, en það hinn mesta fáviska. Það sem að Jesús bendir á hér í orðunum hjá Lúkasi, og ég ætlaði að koma fram eins og í þríliðu, það þeir áttu erfitt með að trúa því sem hann benti á þjáningarferil frelsarans. Nú stendur yfir föstutími, við að nálgast páska, við notið þeirra forréttinda Íslendingar að geta hlusta á passíusálmana vel lesna í ríkisútvarpinu á hverju kvöldi. Við geta iljað okkur við þann eld og við geta drikkjað okkur við þann brunn sem bestur Og ég hvet þjóðina til þess að gefa gauma þessu, spyrja gömlu götunar, hversi hamingju leiðin, svo þeir fái farið hana og fundið sálum sínum hvíld og frið og ró. Jesús segir hér í 26. versinu í þessum sama kapitúla: átti ekki Kristur að líða þetta og ganga inn í dýrð sína? Og hann byrjaði á Móse og á öllum spámönnunum og útlæði fyrir þeim í öllum ritningunum allt það hljóðaði hann. Og þegar hann fer að útleggja helga ritningar og greina frá því hvað hafi hljóðað hann, þá bendir hann á krossferilinn, á nauðir sínar og þjáningar sínar. Við nálgustum óflug á föstudaginn langa. Það þykir sjálfsagt þá að draga krossfánan okkar í hálfa stöng og minnast þess að á langa frjádag lét lausnari vor lífið. En áður en hann kom að krossinum, áður en hann kom upp á Golgata hæð með krossins byrði, þá var hann búinn að líða óumræðilegar þjáningar yfir því að hann sem var höfundur lífsins skyldi verða gefinn hinni mestu anstig sem til á vald, það dauðinn. Og hann yrði að deyja dauða syndursmanns, svo að allir syndarar gætu dáið dauða hins réttláta fyrir hann, þeir sem við því vildu taka og samþykkja og tileinka sér.
Mér finnst þjáningasaga Jesú Krists ákaflega hjartnæm og ég teka svo bókstaflega hann gerði það allt fyrir mig. Og ef drottinn Jesús hefði ekki gengið krossferilinn, þá beið mín ekkert annað en eilífur dauði og eilíf glötun. En lausnargjaldið dýra var greitt, og það var greitt með píslum og þjáningum drottins, það var greitt með blóði hans. Ég vek athygli á því, eins og stendur í 23. kapítula Lúkasar Guðspjalls, að þeir koma til þess staðar sem kallaður er haus Kúba. Þá krossfesta þeir hann þar og illvirkjana annan til hægri handar en hinn til vinstri. En Jesús sagði: Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Og enn í dag er hann krossfestur, og sárustu naglarnir sem nista hendur og fætur frelsarans er vantrúin, þegar við efastum það, að hann sé sonur Guðs, að hann sé eingetinn, getinn af heilögum anda og fæddur af Maríu meyju. Sárustu naglarnir eru það þegar við efastum að þær píslir og þjáningar sem hann lagði á sig voru gerðar okkar vegna. En ég segi: blessað og lofað veri hans heilaga nafn. Nú þegar hann er nefndur á kross, þá fáum við að sjá að hann fær ekki að vera í friði á krossinum. Það er honum mætt með háði og spotti, það er honum niðrað. Deyjandi mönnum er alltaf sýnd svo mesta líkt sem hægt er að láta í té. Vor frelsari er hér algjör undantekning. Það stendur hérna áfram í Lúkasar Guðspjalli: og fólki stóð og horfði á, en höfðingjarnir gjörðu gís á honum og sögðu: öðrum bjargi hann nú sjálfum sér. Eða með öðrum orðum, hann hefur kynnt sig sem frelsara. Þarna sjáum við frelsarann, hvers hann er máttugur. Við metum orðans eins og marklaust hjal, og við tökum frelsisdóm hans og tróðum hann í saurinn. Þannig gerðu þeir við hann. Þetta hlustar hann á, bundinn á höndum og fótum, getur öngum vörnum fyrir sig komið. Hann leið píslir og hann leið þjáningar. Í Markúsar Guðspjalli í 14. kapítulunum og í 65. versinu stendur: og nokkrir tóku að hrækja á hann og hylja ásjónu hans og slá hann með nefum og segja við hann: spáðu. Þegar hann gekk holdi kladdur í landi gyðinga, frá borg til borg, frá staðar til staðar, þá var fólkið undrandi og hafði þá hæðstu nafngift að gefa honum sem það kunni almennt: sjá, spámaður mikill er risinn upp á meðal vor. Og af öllum spámönnum, spámannarikninganna, er enginn fremri Jesú Kristi, og spádómar hans, þeir munu rætast, og staðstu spádómurinn endurkoma hans, hann er í nánd. En þegar þetta illræðis lið var búið að hrjá hann og hrekja hann, þá niðruðu þeir honum og sögðu: spáðu hver það var sem sló þig. Hann fékk ekki að halda því í friði að hann væri spámaður, þó hafði það staðfest fyrir allra augum. Og hann Daniel lasað áðan einmitt það, þegar hann var negldur á krossinn, þá var ritað á 3 tungumálum og sett fyrir ofan höfuð hans: Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga. Og það stendur í Markúsar Guðspjalli líka, í 15. kapítulunum og í 16. versinu, hvernig að þeir vildu reita af honum konungstign hans, hann sem er konungur konunga, hann sem er drottin drottna. Við skiljum það þegar við lesum þetta heilaga orð, að með þjáningarferli frelsarans, með píslargöngu hans, þá var látið í té lausnargjald fyrir syndugt mannkyn. Það lausnargjald sem gildir fyrir Guði. Þetta er eitt af því sem þú ekki grípur með skilningi þínum, en þú verður að taka það með trúnni. Og takir það með trúnni, þá ertu hólpinn og þá áttu eilíft líf. Því hvað með það stóða manni þótt hann eignist allan heiminn, en fyrirgjöri sálu sinni.
Og hvaða endurgjald myndi maður gefa fyrir sálu sína? Hvaða endurgjald það, vinir mínir? Hefurðu hugsað það að þú er skapaður í Guðs mynd og þú átt eilífðina lagða niður í þitt brjóst og tilfinning segir þér það að þú átt að lifa og þú átt að vera til að því þú er skapaður af Guði og í Guðs mynd og hefur eilífan anda í brjósti þínu. En þessi eilífi andi og eilífa sál þín getur verið dauðanum ofurselt í því að vera aðskilinn frá Guði. En til þess að geta verið með Guði þá þurfti að koma lausnargjald, endurgjald. Það eru sár frelsar hans og hans blessaða blóð. Hann segir sjálfur frá því í Mattheusarguðspjalli í 20. kapitel og 28. versinu. Mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til þess að þjóna og til þess að gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Hann gaf líf sitt og lausnargjaldið var greitt heilugum Guði og mannkynið er keypt með blóði Guðssonar og á eilíft líf og eilífan himinn eða til einhver sér hjálpræðisverk Jesú Krist. Út frá þessum grundvelli, sem er Kristur krossfestur, sem þannig hefur verið boðaður í aldir og er boðaður enn þann dag í dag, sem var boðaður svona apostolunum að þeim sem fluttu boðskap kristinna trúar í upphafi hér á Íslandi og færa hljóma enn þann dag í dag, þá fylgir það sem að Jesús sagði svo áfram og er annar liður í vitnisburðinu sem hér kemur fram. Því svo er skrifað að Kristur eigi að líða og upprísa frá dauðum á 3. degi og að boða skuli verða í nafni hans öllum þjóðum iðrun og syndafyrirgefning. Og þegar hann byrjaði í boðskapsferil sinn og flutti mönnunum Guðs orð, þá benti hann á þennan grundvallar sannleika, gjörið iðrun. Og því líkt náðarinnar orðask til skuli vera þetta orð í okkar máli sem að samviska okkar samþykki svo vel og tekur hjartanlega á móti sé vakin upp af anda Guðs orðið syndafyrirgefningu. Því syndin er það afl sem við í eigin krafti ráðum ekki við og er okkur ofur mannlegt og okkur sterkara, en í nafni Jesú Krist skal boðuð öllum þjóðum iðrun og syndafyrirgefning. Og mannssonurinn hefur vald á jörðu til þess að fyrirgefa syndir. Og hann hefur fyrirgefið mörgum mönnum syndirnar og hann vill fyrirgefa þér. Ber þú hina mikilvægustu bæn fram fyrir hann, Guð, vertu mér syndugum líksamur, þá farðu að kynnast þeim frelsara sem hefur unun að fyrirgefa syndir. Og hann gerir meir en að fyrirgefa þær. Hann gleymir þeim, hann afmáir þær. Svo langt sem austri er frá vestrinu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Í hafsins djúp sem fyrr spáð finnst, þeim fleygðir innst, eilífð verður á þær minnst, og þá líður manni vel. Þá er maður góða samvisku, þá er maður fagnandi og glaður, ég beit samband við Guð, himinin er opinn, syndinar eru mér fyrirgefnar. Átt þú syndana fyrirgefningu, þá áttu það mest af fjársjóð sem veitist hér á jörðu. Barnið mitt, syndir þínar eru þér fyrirgefnar, trúðu því, taktu á móti því, játaðu það í Jesú nafni, þú ert frjáls og þú ert frýr og sannleikurinn gerir þig frjálsan. Og þriðji og síðasti liðurinn sem að ég vil benda á, en er kannski svolítið nýr fyrir mörgum, en er þó aðeins farið að brydda á, það er orðið sem Jesús sagði við þá út frá friðþægingarverki sínu og krossdauða og kvöl á Golgata. Og sjá, ég sendi fyrir hitt föður míns yfir yður, en þér skulu verða kyrrir í borginni uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Þeir vildi ekki trúa því hann myndi deyja. Og þegar hann var dáinn þá áttu þau svo bátt með að trúa því hann skyldi rísa upp. En allt þetta fylgdi atburðarrás.
Og svo var hann á með þeim í 40 daga og talaði við þá það sem Guðs ríki heyrir til. Og þá báðu þeir hann svo innilega, farðu ekki frá okkur. Vertu hjá oss, Herra. Það tekur að kvölda og degi hallar. Og þeir fundu svo mikla öryggiskennd í því að sonur Guðs skyldi vera hjá þeim. En hann sagði að það væri þeim til góðs að hann færi burt. Því þegar ég farin burt og hefur búið stað, þá kem ég aftur og mun taka þau til mín, til þess að þér séu það sem ég er. En áður en hann kæmi aftur, þá ætlaði hann að senda þeim heilagan anda, eða eins og doktor Lúkas segir hér, fyrirheit föðurins. Og þeir áttu að íklæðast krafti frá hæðum þegar að fyrirheiti föðurins kæmi yfir þá. Við getum lesið í Postulasögunni einmitt þessa atburði, þeir eru á dagskrá í dag. Þetta er engin sér trú sem ég boði ykkur. Ég held hér á helgri riktningu og les beint upp úr henni og svo skulu þið meta sjálfum hvað skal taka á móti og hvað skal samþykkja eða ekki. Og nú var komin hvítasunudagurinn, voru þeir allir saman komnir á einum stað. Hverjir allir? Við erum hljóta að rekna, postulanir, 11 og svo 12 sem bættist við. Því að í postulasögunni sagt frá því á hvítasunnudag að Pétur reis upp ásamt þeim 11. Þeir voru í ottinum, þeir geng á undan, en það voru ekki bara þeir. Því að 15. versið í 1. kapitúlunum segir okkur frá því, og á þessum dögum stóð Pétur upp meðal bræðranna, og þar var samankomin flokkur manna, hér bil 120 að tölu. Og þessir 120, þeir voru með í loftstofunni, þeir fylltust allir heilugum anda og eldi, þeir töluðu allir nýjum tungum, þeir fengu allir að reyna fyrirheiti föðurins, og þá voru þeir ekki einir. Hefur það aðtóa það ef þú telur bara einfallega svo þú lærðir í barnaskóla 1, 2, 3, 15, 16, 17, þá sérðu það að þær þjóðir sem komu á hvítasunnudag og hlustuð á þessu undur náðarinnar voru 17. Hefðu postulanir aðeins verið 12. Ákonsolti babbi bátinn. En hver og einn af þessum ólíku þjóðum heyrði talað á sinni eigin tungu stórmerki Guðs. Það var vakin athygli á því eins og einhverju forundri að hér á norræna stúdentamótinu tóku erlendir menn til að tala tungum og það var útþýtt svo 100 manna hlustuð á og þetta hafa orðið blaðaskrif og menn hafa velt vöngum og sumir segja skilja og aðrir segjast vita hvernig þetta eigi að vera og aðrir hafna því. Fyrir okkur hvítasunumönnum þetta ekkert nýtt. Það búið að standa hér í Biblíunni í nærri 2000 ár. Og við trúum því að heilagt Guðs orð sé satt og eigi við á öllum tímum og við alla menn. Og það var einmitt þetta sem sænski presturinn Níels Ramselius fór að predika yfir sjómannskonunum í Vestmannaeyjum árið 1926 og í júlímánuði þá féll andinn yfir fólkið. Það fór að tala nýjum tungum og mikla Guð. Þetta var allt talið bandvittlust. Alveg eins og það var á hvítasunnudag forðum, þegar þeir fóru að tala nýjum tungum og mikla Guð, þá sögðu sumir þeir eru drukknir af sætu víni, þeir tóku stóran sveig fram hjá þeim, þeir vildi ekki koma nála slíkum mönnum sem á sjálfri hvítasunnu hátíðinni, þegar átt að veifa korbundunum gátu verið drukknir. Ef svo hugsun hefði verið raunveruleg, þá var það rétt að sneiða sig hjá þeim. En þeir voru ekki drukknir af sætu víni. Þeir áttu eitthvað meira og eitthvað betra. Þeir hefðu meðtekið fyrir heiti föðurins, fylling og kristindómsins, lífskraftinn til lífs og þjónustu fyrir Jesúm Krist. Þetta skyldi veitast lærisveinum drottins og þetta gefið enn þann dag í dag. Þetta þörf kirkjunar á Íslandi og íslensku þjóðarinnar því að yður er ætlað fyrirheitið og börnum íðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottin Guð vor kallar til sín
Og hverja kallar hann til sín? Hann kallar þig og biður þig að fylgja sér, og komir þú og fylgir honum, þá munt þú eignast eilíft líf og gjafir Guðs, og þá hafnar þú því ekki heldur þegar hann tekur vald á tungurótum þínum og þú ferð að tala tungum og mikla Guð. Þeir hafið þið hitt fagnaðarerindi boðað eins og það er, ekki eitthvað sem samansóðið hér í Fíladelfíu eða af okkur sem eru stimplaðir sértrúarflokksmenn sem við algjörlega mótmælum. Við teljum að við höfum aðal trúna frá Biblíunni, hana undirstrikum við og boðum. Taktu á móti henni sem slíkri, þú munt verða satt og þú munt verða glaður og líf þitt verður þér bjart og þú far kraft til þess að sigra freistingar og erfiðleika. Þú hefur meðtekið fyrirheiti Föðurins. Í Jesú nafni. Amen.